hér í húsi. Kann ég þeim öllum bestu þakkir fyrir ómetanleg tillit til sögu okkar og varðveislu hennar. Allt varðveitt og aðeins lítill hluti verður borinn hér á borð í dag. Akurinn alls ekki fullklæður og enn vantar okkur frekari upplýsingar nokkur fyrirtæki. Netagerðir og verkstæði voru fjölmörg hér í Eyjum og áttu ríkan þátt í mótun byggðar, atvinnu og menningarlífs. Þetta voru fjölmennir vinnustaðir, bæði karla og kvenna, og heilu fjölskyldurnar unnu einnig í skúrum og kjöllurum heima við. Netagerð var meðal annars kennd í verknáminu í gagnfræðaskólanum og netagerðir bæjarins komu að þjálfun nema í stýrimannaskólanum. Mér skilst að nú sé netagerð bara kennd á Suðurnesjum og aðeins sé einn nemi frá Eyjum. Þó að gífurleg breyting eða þróun hafi orðið í þessari starfsemi á síðustu áratugum í samræmi við þróun fiskiskipa og veiða, stendur eitt þó óbreytt. Án góðra veiðarfæra verður fiskur ekki dreginn úr sjó. Hér á bryggjusvæðinu aðeins komið inn á söguna. Þið sjáið þarna þróun veiðarfæra þarna á veggnum. Í beitiskúrnum hérna fyrir aftan sveinstykki Finnboga Ólafssonar, herpinót. Þegar við erum búin eftir að renna þessu upp. Hér í loftinu sveinstykki Kittamanga, botnvarpa. Fyrirkomulagið hér í dag verður þannig að Halli Steini rifjar upp þróun veiða, árabáta og fiskibáta hér í Eyjum. Síðan kemur Arnar með elstu netagerðina, Netagerð Vestmannaeyja, og einnig kaðlagerð Dodda. Síðan kemur ansið þéttur pakki ýmissa fyrirtækja sem spanna 80 ára sögu og stíga þar ýmsir á stokk sem kynnti verða jafnóðum. Þarna verður vandinn og ef við missum okkur í spjall og ég gerir svona, þá það rauða spjaldi. Þá þýðir það bara 1 mínútu eftir, vinsamlegast klárið. Að lokum kemur síðan Guðmundur Gunnarsson frá Hampiðinni og fer í þróun trollana. Ok, þá skulum við bara byrja á gömlu sögunni. Halli Steini, gjörðu svo vel. Góðan daginn og gaman að sjá hvað margir eru komnir. Ég ætla að fara bara hérna yfir í myndum og yfir sem það þróun veiðarfæra í Vestmannaeyjum. Ég þetta eingöngu Vestmannaeyjum sem við kemum. Og þá byrjaði það handfæri, byrjum á því fyrst. Frá því að sögur hófust var fiskveiðar verið stundaðar hérna frá Vestmannaeyjum og yfirleitt litlum breytingu tekið, hvað skipakost eða veiði aðferðir áhræður. Handfæri alltaf notuð, aðeins með þeim breytingum að í stað steins sem eingöngu mun hafa verið notaður fyrstu aldirnar, mun hafa farið að nota blýsökur. Vastirn bara móberg. Handfærin voru 3 punda lína, talin 60 faðma af lengd, á meira dýpi að sjaldan leita fiskjar. Öngultaumarnir voru Öngultaumarnir voru oftast eknir af færinu og venjulega 2 álmeira lengd. Önglarnir voru flesti smíðaður hér í Eyjum því önglasmiðir voru hér margir og góðir. Nýtt handfæri með blýsöku og 2 önglum, öðrum til varamun á síðustu árum sem handfæraveiðar voru eingöngu stundaðar hér hafa kostað 8 krónur. Til samanburðar skal þess getið að tímakaup þá sjaldan vinna fékkst var 16 aurar á tímann. Var maðurinn að vinna 50 stundir fyrir handfærinu. Árið 1890 voru íbúar í Eyjum 565 og liðu flestir við mjög kröpp kjör. 1890 voru gerð 13 stór skip, flest átdrófur. Línuveiðar. Í ágúst 1896 strandaði ensku línuveiðari við Eyjar. Allir menn björguðust og allt sem í skipinu þar á meðal öll línan. Skipið var nýkomið frá Englandi, Gísli Lárusson í Statagerði formaður á Frið, Hannes Lós formaður á Gideon og Magnús Guðmundsson frá Vesturhúsum formaður á Ingólfi. Þeir keyptu alla línuna sem var borð. Magnús var eini sem hafði fiskað með línu. Hann réði 2 sömu sem formaður í Mjóafirði.
Í Róðratali Magnúsar kemur fram að hlutur hans fyrir 7. og 8. apríl 1897 hafi verið 1 hlutur af þorski. 10. apríl 1897 reru þremenningarnir fyrst með línu frá Eyjum og var hlutur Magnúsar 21 af þorski og 2 af ýsu. Sá muninn á strjálar samgöngu voru til þess að ekki fleiri gátu byrja línuvegar á þessu ári, en árið eftir voru allir komnir á línu. Þorsteinn í Laufási segir í bókinni Aldahvörf í Eyjum orðrétt: Þess vegna má hiklaust telja hinn 10. apríl 1897 einn merkasta dag í útgerðarsögu Vestmannaeyja, af fornu og nýju. Ég þori að fullyrða að frá þessum tíma hefur enginn þurft að líða neyð í Eyjum. Þessum að línan hefur verið mikilvægt. Árið 1900 byggu 607 íbúar og voru gerð út 16 skip og fór þeim öll fjölgandi þar til vélbátarnir ruddu þeim burtu. Reknet. Tómas Stúdmann, skipstjóri á ensku línuskipi, kom færandi hendi í janúarmánuði árið 1899 því að hann kom með nýja síldveibát, mjög vandaðan og með 20 síldarnet sem hann afhenti Eyjamönnum. Aðeins með því skilyrði að þeir hirtu bátinn vel og stundu á honum síldveiðar. Honum blöskraði að menn skyldu ekki reyna að veiða síldina til beitu sem oft var vanandi við Eyjar. Árið 1910 byggu 1319 íbúar í Eyjum og voru gerðir út 46 vélbátar. Netaveiðar. 1908 gerði Þorsteinn í Laufási tilraun með net. Misheppnaðist það algjörlega vegna flóðvirkni þeirra sem gerðu netið og í öðru lagi var engin útbúnaður á bátnum til netaveiða. Norðmaðurinn A. Förland stundaði netaveiðar árið 1914 og 1915 með ágætis árangri. Það voru aðalega Norðmenn sem reru með honum á netunum svo að Eyjamenn lærðu lítið til sjálfur að veiðana. Árið 1916 hófu Gísli Magnússon í Skálholti með Óskar annan Vaffer 185, Magnús Guðmundsson frá Vesturhúsum með Hansínu Vaffer 100 og Stefán Guðlusson í Gerði með Hallgjón Vaffer 140, netaveiðar frá Eyjum. Í Róðratali, og þetta nú hérna bókin hans langa amins, Magnús Guðmundssonar, sem þessi frá 1906 og alveg stórmerkileg bók söguna. Í Róðratali Magnúsar kemur fram að hann dregur fyrst með 17. mars 1916, það þarna efst, sjáu því, þessi verð, eina trossu, 1,8 IR 743 þorskar og 11 upsa. Og þeir sjáu að það stendur hann var vestan við dýpri mannklakk og einni trossu eftir nóttinni. Nei, þetta efst hann. Líklega má telja hinni tveir hafa einnig lagt netin líkt leyti. Ástæðan fyrir að menn fóru í netin var að fiskurinn leiti ekki við línunni eftir að hann fór að hrygna. Netaveiðarnar áttu eftir að hafa mikla þýðingu fyrir efnahagslega afkomu Eyjabúa. 1920 byggu 2426 íbúar í Eyjum og voru gerðir út 68 vélbátar. Dragnótaveiðar. Aflavan var sáralítil hjá Eyjabátum utan vetrarvertíðar. Gísli Magnússon var á ferð í Danmörku að hann kynntist mönnum sem gerðu út á dragnót. Fékk hann þá Gísla J. Jónsson með sér og gerðu þeir sameiginlega MBI á dragnótaveiðar frá Eyjum 1921. Þeir fengu með sér danska mann og annars slíkum veiðum til þess að vera með bátinn. Veiðar reyndist mjög vel og skilaði miklum afla. Fyrst var mest þorskur en síðan mest af ýsu og kola. Dragnótaveiðar voru undirstaða sumarútgerðar og gáfu góða tekjur. Sumarið 1937 stundu 40 bátar þessa veiða frá Eyjum, allt þar til veiðarnar voru bannaðar með lögum. 1930 byggu 3573 íbúar í Eyjum og voru gerðir út 95 vélbátar. Nótaveiðar. Fyrsti til að fara norður á síldveiðar frá Eyjum, sumarið 1919 var MB Goðafoss 11 tonna bátur og MB Óskar 16 tonna bátur undir stjórn Gísla Magnússonar og Árna Þórarinsson. Báðir bátarnir stundu veiða með regni. Afkoman var lélegri en menn höfðu vonað og lögðust þessar veiða því af árabil.
Eyjamenn hófu síldveiðar í Herpinótt 1928 og urðu hinir 9 bátar Gísla J. Jónssonar, Heimir, Bjarnari og Elleir fyrstir til að nota þetta veiðarfæri. Þar má segja að nótaveiðar Eyjamanna hafi hafist. Nótaveiðar hafa síðan verið gríðarlega mikilvægar fyrir eyjarnar, sérstaklega þegar loðnuveiðar hófust miðjan 7. áratuginn. 1940 voru 84 skip gerð út frá Eyjum eða stærð 21,6 tonn. Togveiðar. Sumarið 1938 fengu eigendur á MB Von Vaffe 279 sem var 24,78 tonna bátur með 50 hestafla vél, styrk frá Fiskimálasjóði til að setja togveiðibúnað í bátinn. Var ætlunin að hann geri tilraun til humarveiðar. Skipstjóri með bátinn var Guðmundur Vigfússon frá Holti. Aflinn sem fékkst var að mestu annar en humar, helst kom þorskur, ýsa og flatfiskur í tróði. En menn sáu fljótlega að fram á að þarna var komið veiðarfæri sem skilaði betri árangri en drannótin og gat verið með mun afkasta meiri en hún og hentaði vel á svæðinu þar sem drannótin var ekki við komið. Togveiðarnar urðu strax mjög þýðingarmiklar í Eyjum. 1950 voru 71 skip gerð út frá Eyjum meðalstærð 59,6 tonn en þá var byrjað að útgerð á síðutogurum frá Eyjum. 1960 voru 91 skip gert út frá Eyjum meðalstærð 46,1 tonn og þá var útgerð síðutogara hætt. 1970 voru 73 skip gerð út frá Eyjum meðalstærð 70 tonn. 1978 hóf skuttogarinn Vestmannaey veiða með flottor á Vestfjarðamiðum og var þorskur aðal uppistar afla. Seinna var flottrollið notað við veiðar í karfa við Suðurlandið og notað á úthafskarfa enn í dag og notað úthafskarfa enn í dag. Nótaskipin sem eru kölluð uppsjávarskip í dag nota flottroll mikið við veiðar á síld, makríl og kolmunna og loðnu. 1980 voru 63 skip gerð út frá Eyjum meðalstærð 127,8 tonn og 1990 voru 63 skip gerð út frá Eyjum meðalstærð 148 tonn og hafði þeim ekki fjölgað síðan 1979. Svo fór ég á Fiskistofu og í dag skoðaði þar, í dag 2017 eru gerð út 36 skip sem eru með aflaheimildir. 16 smábátar, flestir á handfærum, 1 á dragnót, 9 á botnvörpu, 7 uppsjávarskip og 3 á netum og þar er K2 á grálugum veiðum fyrir austanland. Og þá held ég þetta bara sér komið.